Fárviðri sem spáð allt land gekk fyrst á sunnanvert landið og á 6. tímanum lýsti ríkislögreglustjóri yfir hættuástand á Suðurlandi vegna óveðursins. Viðbúnaður almannavarna í hámarki. Veður fór að versna fljótlega eftir hádegi í Vestmannaeyjum og voru foreldrar hvattir til að sækja börn sín í skólann fyrir klukkan 2. Íbúar segjast vanir slæmu veðrið en taki allar viðvaranir alvarlega. Veður farið að versna verulega í Eyjum og nú klukkan 7 mældist vindur og stórhöfða nærri 40 metrar á sekúndu. Flugfélag Íslands flaug á alla helstu áfangastaði í morgun en eftir klukkan 10 var öllu innanlandsflugi aflýst. Millilandaflug Keflavíkurflugvöll gekk vel framan af degi en raskaðist síðdegis. Síðasta vél kom til landsins frá Helsingi rétt eftir klukkan 4 en flugferðum eftir það var frestað eða aflýst. Lokaðar fyrir umferð í hádeginu frá Hvolsvelli og austur að Höfn. Fjarðarheiði var lokað síðdegis og nær öllum fjallvegum á norðanverðu landinu var einnig lokað og því ekki hægt að komast langan spöl á hringveginum á þess að koma að lokunarskilti. Holtaverðheiði og Bröttubrekku var lokað síðdegis sömuleiðis undir Hafnarfjalli og öllum leiðum frá höfuðborgarsvæðinum Kjalarnes, Reykjanesbraut, Þrengsli og Hellisheiði. Gert ráð fyrir að flestar þessar leiðir verði opnaðar í fyrramálið. Strætó hætti að ganga á höfuðborgarsvæðinu fljótlega eftir klukkan 5 og enn óvíst hvort akstur hefjist í fyrramálið fyrir undir hádegi. Starfsmenn Reykjavíkurborgar brugðu á það ráð að taka niður óslóatréð á Austurvelli til að fyrirbyggja það fiki líkt og gerðist í fyrra. Tjón vegna fárviðrisins sem gekk yfir landið í gær töluvert og segja íbúar í Vestmannaeyjum að veðrið í gærkvöld hafi verið það versta sem þeir hafi upplifað. Það byrjaði að hvessa í Vestmannaeyjum fljótlega upp úr hádegi í gær. Vindur fór mest í tæpa 40 metra á sekúndu í kviðum í bænum en náði tæplega 50 í kviðum á Stórhöfða. Þar mældist meðalvindur tæpir 47 metrar á sekúndu klukkan 9. Og enn rafmagnslaust í Öxarfirði og á nokkrum bæjum á norðanverðu Vestfjörðum og í Blönduhlíð. Yfir 100 milljóna króna tjón varð á flutningskerfi Landsnets í óveðrinu í nótt og fór byggðarlínan í sundur á 2 stöðum. Rafmagnslaust var tíma á nær öllu Austurlandi og í Eyjafirði. Fyrst fór rafmagnið af í Vík og nágrennum kvöldmatarleytið og þar var rafmagnslaust fram eftir kvöldi. Víða var straumlaust undir Eyjafjöllum í nótt og á tímabili gærkvöldi var rafmagnslaust á nær öllu Austurlandi. Rafmagnið fór af Eyjafirði í gærkvöldi og var Eyjafjörðurinn rafmagnslaust fram undir morgun. Enn rafmagnslaust í Öxarfirði. Þar hefur verið rafmagnslaust frá því 1:30 í nótt en unnið að viðgerð. 8 rafmagnsstaurar brotnuðu í Öxarfirði. Rafmagn komst á í Kelduhverfi miðjandag í dag. Rafmagnslínur féllu á þjóðveg 1 í Blönduhlíð þegar rafmagnsstaur brotnaði og enn eru nokkrir bæir þar án rafmagns og óljóst hvenær viðgerð lýkur. Á Ísafirði og á norðanverðum Vestfjörðum var rafmagnslaust tíma í gærkvöldi og ekki komið rafmagn á alla bæi í Dýrafirði og Önundarfirði. Fjöldi staura brotnaði í óveðrinu fyrir vestan. Í Skagafirði urðu miklar skemmdir í óveðrinu og gera þurfti við 14 hús. Á annan tug rafmagnsstaura brotnuðu og byggðarlínan féll á hringveginn. Versta veðrið í Skagafirði var í Blönduhlíð, í firðinum austanverðum og í Hegranesi. Af ummerkjum heima á bæjum að dæma hefur mikið gengið á. Hús skemmdust, þakplötur losnuðu og lausamunir fuku af stað. Þar sem byggðarlínan liggur hér yfir hringveginn kubbuðust í sundur 2 stæður. Nú línan fjalla sjálfsögð á veginn og lokaðunum. 2 trillur urðu undir í baráttunni við veðurhaminn í Reykjavíkurhöfn í nótt og sukku, rúður brotnuðu og 6-10 ára grenitré rifnaði upp með rótum. Veður tók að versna til muna á höfuðborgarsvæðinu þegar leið á kvöldu og nóttina og höfðu björgunarsveitir í nógu að snúast. Nokkrar rúður brotnuðu á gistiheimili á Grensásvegi. Og ekki langt undan, á Háaleitisbraut, lét strætóskýli undan veðurofsann. En við Reykjavíkurhöfn var útlitið svart. Bátar í suðurbugt gömlu hafnarinnar köstuðust til og frá. Einn þeirra, stormur, slitnaði frá og lamdist upp í hafnargarðinn og ekki leit vel út með örlög bátsins. Þá flotbryggjan sem bátarnir liggja við illa farin og nokkurir útleggjarar hennar ónýtir. Brimgarðurinn utar í bugtinni fór einnig illa. Þetta glæsilega grenitré sem orðið var 60 ára féll rétt fyrir miðnætti við hús í Skipholti. Tréð sem var 10 til 12 metra hátt féll á besta stað, ef svo má segja, og olli litlu sem engu tjóni. Eins og myndirnar sýna rifnaði tréð bókstaflega upp með rótum.